Drög að fjárfestingarsamningi við Hwang Nubo vegna fyrirhugaðrar uppbyggingar ferðaþjónustu á Grímsstöðum liggja óhreyfð í iðnaðarráðuneytinu. Vinskapur Hwangs við fólk innan kínverska stjórnkerfisins hefur hjálpað honum við að aukast. Greinargerð sem ívilnunarnefnd iðnaðarráðuneytisins lét gera á viðskiptaáætlun Sjónkún Groups félags Hwang Nubo nær aðeins til arðsemi og ávinnings af fyrirhuguðu fjárfestingaverkefni fyrirtækisins á Grímsstöðum á Fjöllum. Á gögnum frá ráðuneytinu verður ekki séð að raunhæf óháð úttekt hafi verið gerð á viðskiptaburðum Hwangs. Steingrímur J. Sigfússon, atvinnuvegaráðherra, segir drög að fjárfestingarsamningi við Hwang liggja óhreyfð í iðnaðarráðuneytinu og hann hafi falið ráðuneytinu að fara frekar yfir stöðu málsins. Ekkert verði undirritað fyrr. Það sé hins vegar frekar á hendi sveitarfélaga og orkusala að gera úttekt á fjárhagslegum burðum Hwang áður en gengi verði til samninga. Forbes metur Hwang Nubo á ríflega milljarð bandaríkjadala yfir 120 milljarða íslenskra króna. Samkvæmt fréttaritara RÚV í Peking á Sjónkún meðal annars 3 kínversk þorp nánast með húð og hári sem eru vinsæl meðal ferðamanna og aðgangur seldur að. Samningur Hwangs við kínversk stjórnvöld vegna þorpanna gildi til 20 ára og áætlaði tekjur vegna miðasölu metnar á 160 milljarða íslenskra króna. Bannað að gista í þorpunum sjálfum og ferðamenn skyldugir til að gista á leyfisskyldum hótelum í útjaðri þorpanna sem eru nokkur í eigu félags Hwang. Þar að auki þróar Hwang ferðamannastaði í Tíbet. Þannig hefur vinskapur Hwangs við fólk innan stjórnkerfisins nýst honum í viðskiptum í Kína. Hwang Nubo stjórnarformaður félags sem heitir Frumkvöðlaklúbbur Kína, en helsta markmið félagsins að koma á samböndum og viðskiptum milli auðugra kínverskra fjárfesta og fjárfesta í vestrænum löndum.